Við bara bjóðum Helga Magnús velkomin, gjörðu svo vel. Helgis Magnús Gunnarsson heiti ég lögmaður í dag, var að ríkissaksóknari, var hjá ákæruvaldinu í ykkur tæp 30 ár, aðalega að saksækja og stýra rannsóknum á hvítflipabrotum, efnahagsbrotum og samt svo öðrum sakamálum sem ég sótti á öllum dómstigum. Ég ekki sérfræðingur í Evrópusambandinu en ég get þó sagt að ég skrifaði kandidaatsritgerð í lagadeild EES-samningin á sínum tíma sem þá var ekki mjög gamall og ritgerðarefni var innsleytni samkvæmt EES-samningnum, það að segja hvernig á að hátta innleiðingu reglnanna og hvernig á að túlka þær þannig að það sé sameiginlegur lagagrundvöllur undir þessu fjórfrelsi sem var nú kjarninn í EES-samningnum og grundvöllurinn að okkar aðgengi að markaði Evrópusambandsins, tollfrelsi með vörur, þjónustu, fjármagn og frelsi til fólksflutninga. Og í því felst þess að þekkið að við lögðum miklu áherslu á það að halda fullveldi landsins. Við gengumst ekki undir lögsögu dómstóls Evrópusambandsins, heldur stofnuðum okkar eigin dómstól í Luxemburg, síðan reyndi að vera svo heppin að fá að flytja mál fyrir. Sennilega eina sakamáli sem við komum til kasta þess dómstóls. Við erum með eftirlitsstofnun EFTA sem gegnir sambærilegu hlutverki og framkvæmdastjórnin. Og við lögtökum allar þessar gerðir inn í okkar lög samkvæmt þessum samningi, það að segja þær sem snerta fjórfrelsið. Við höfum lögleitt 80% af löggjöf Evrópusambandsins í gegnum EES. Þetta hefur verið klifað á þessu eins og margri annarri vittleysu af utanríkisráðherra og fleirum. Raunveruleikinn sá að þetta sennilega langt innan við 20%. Þetta bara löggjöf sem snertir innri markaðin og fjórfrelsi sem við höfum lögleitt. Þetta ein af þeim gulrótum sem að reyna að ota að okkur ásamt því að við verðum bara í stanslausu himnaríki við það gangin í Evrópusambandið sem rauninni bara ekki byggt á neinu nema sandi. Nú, ég ætla aðeins að fjalla mína sýn á þessa Evrópusambandsumræðu og svo ætla ég að koma aðeins inn á innflytjendamálin sem hafa verið mér hugleikin og hafa komið mér í heilmikið vesen gegnum tíðina því ég sérstaklega mikla þörf fyrir að tjá skoðanir mínar eins og þið kannski tekið eftir. Já, fólk þarf náttúrulega ekki að vera sammála mér að ánægja mínar skoðanir en ég hef þar og ég ætla ekki að liggja á þeim. Það getur vel verið eitthvað sem sammála mér með heyrist það nú oft sko. En það sem að mér finnst vera stóra vandamálið í þessu samfélagi okkar í dag að það eru svo margir sem vilja einhvern veginn bara halda friðin og græða á daginn og grilla á kvöldin og ekkert að rugga bátnum. Að það einhvern veginn, það allir orðnir leiðilegir eða þeir hafa áhyggjur af framtíð þessara lands eða þjóðar. Hvort sem það efnahagslega eða bara þjóðfélagslega. Mín bakgrunnur eða mín hugsun öll þessi málefni bara að við pössum upp á efnahag þjóðarinnar. Það ekkert sjálfgefið að við séum með fremstu þjóðum í þjóðaframleiðslu á mann og það ekkert sjálfgefið að hér sé eitt öruggasta samfélagi í heimi og það ekkert sjálfgefið að við séum næstum ef ekki alveg efst á lífskjaralista einhverja samtaka sem að mæla slíkt. Og þrátt verið mikið tala ójafnrétti og jafnréttismála þá erum við nú efst á þeim skala við sennilega verið það bara í áratuga eða eitthvað lengur. Þetta ekki tilviljun og þetta ekki eitthvað sem við getum ekki tapað ef við höfum okkur ekki vel, förum ekki vel með þessum vegum. En það sem hefur alltaf rekið mig áfram og maður kalla afturhaldssemi og mörgum finnst það að sjást vera það að ég vil bara ekki skemma það sem gott hjá okkur. Ég vil að við varðveitum það. Það búið að hafa svo mikið fyrir þessu ömmur okkar og afar og foreldrar eftir hvað gömul og forfeður búin að þræla hérna í fátækt og drukna upp í landsteinu við að ná í fisk til þess að við getum lifað af í þessum harbíla landi okkar og loksins erum við búin að bækslast áfram og þá aðalega á grundvelli þess að við öfla okkur sjálfstæði og við erum duglega að vinna og hafa fyrir lífinu og við erum komin á stað sem að hefur kostað blóð, svita og tár. Ég bara ekkert sammála því að það sé eigi að risikera því og ég heldur ekki tilbúin að sætta mig við það að hér sé ykkur hópar fólks sem að
gera það að verkum að þarf að ágjöra börnunum sínum út á götu og maður setur ekki dóttir sína í leigubíl og svo framvegis. Ég bara vill ekki sjá það og ef að ykkur og þeir sem á því bera ábyrgð, þeir verða bara að axla hana og við þurfum að láta á svara fyrir það. Því að þetta ekki sjálfsagður hlutur. Nú, varðandi Evrópusambandið, ég hef hlustað á þessu umræðu og ég verð bara að segja alveg svo vera að ég bara skil ekki þessu umræðu. Utanríkisráðherra sem nú svona fremst í því að tala fyrir þessari atkvæðagreiðslu, hún tala bara í einhverjum frösum, endalausum frösum. Bara það að koma aldrei neinn rök frá henni af hverju ætti þessi eða hinn hluturinn að vera eitthvað betri við að ganga inn. Hvað ætlum við að græða á þessu? Ég kannast ekki við, ég fer yfir það eftir svona hvaða hugmyndir fólk hefur og svona laumað á þeim, en eitt af því sem hún ræðir er breytt heimsmynd. Á hverju er breytt heimsmynd? Á hverju eru Bandaríkjamenn svona kannski afhófa vesturveldunum eða Evrópu og kannski eitthvað okkur. Fyrsta lagi þurfum við ekki að fara langt til að leita að því. Við erum búin að vera að taka upp alla skýta málstæði sem við getum fundið sem eru andstæðir okkar bandamönnum í Ísrael og Bandaríkjunum. Núna síðast með þessari lögsótt með þessum komum á Spáni þarna gegn Ísraelsríki fyrir alþjóðadómstólnum. Það er ekkert annað ríki í Norðurlandana sem hefur fengið þá hugmynd að fara að taka þátt í þessari vitleysu þegar hún hleypur til og fer að tróða okkur inn í þetta. Og hún fer til Washington sem var loksins og löngu tímabært eftir að farið 8 ferðir til Brussel að og það verið engin utanríkisráðherra þjóðarinnar nokkuð tíma hann fengið upp snautlega móttökur eins og hún. Hún bara dansaði þarna Washington með einhverjum húsverði og einhverjum vara utanríkisráðherra. Þetta bara neisa. Þetta okkar helstu bandamenn í gegnum tíðina í landtekisdeilum. Þeir vörðu okkur inn í stríðinu. Við erum með varnarsamning við þá til 75 ára eða eitthvað. Og það talaði með þessa þjóð þarna sem og við erum ennþá á áhrifasvæði Bandaríkjana. Aldrei því að það varði þá ekki einhverju hvaða siglingar eiga sér staðið á Norður Atlantshafi upp að ströndum þeirra. Við eigum að náttúrulega rækta þetta samband, þetta er líka eina þjóðin sem á einhvern hér af þessum vestuveldum. Nei, þá erum við með einhvern snilling sem hefur nú ekki getað einu sinni átt að segja á því að það er bílastæðandi bíla í Reykjavík og borgar meðan hann var borgarstjóri bara að útskýra fyrir okkur við að gangi tollabandalega til þess að tryggja öryggishagsmuni þjóðarinnar. Veist hvað slags þvæla þetta þessar þjóðir þarna? Þær geta ekkert varið sér sjálfar. Það var nú nýlega umfjöllun breska herinn er náttúrulega ekki hluta af Evrópusambandinu en það er nú þeir sem komu hingað í stríðinu og unnu mest afrek í því að berjast gegn þjóðverum og svo Bandaríkjamenn þetta og Rússar kostuðu miklu til. Þetta er allt bara einhverjir riðkláar, þetta er hægt að virka hjá þeim. Þjóðverar er ekki sinni kúlur í byssurnar, er ekki geta staðið við loforð við Úkrænumennum og láta þá hafa skotfæri. Þetta er allt svona. Og þess að þjóðir eru á brauðfótum efnaðarslega út af ýmsum ástæðum. Þannig allt þetta að tala breytta heimsmynd, ég held að það sé bara vandamáli sem við getum leyst, vandamál sem getum leyst að hluta til með að bara að breyta utanríkisráðherra. Það myndi lagast margt við það. Og að fá sæti við borðið, þetta er að kíkja í, sjá hvað við getum samið og fá sæti við borðið. Við myndum að fá 6 þingmenn á Evrópuþinginu af 720. Við kæmumst í pontu þarna 3 hvert ár til þess að tala í korter. Og við fengjum 1 ráðherra í ráðherraráði og ráðherraráðið er þannig skipað. Nú ætlum ég ekki að fara honni í hvaða valdheimildir eru hjá hverja einni af þessum stofnunum. En það þarf 55% ríkja með þeim minnstakosti 65% íbúa fjölda til þess að taka ákvarðanir á þessu þingi. Það eru 292 milljónir manna sennilega eitthvað nálega því sem þarf á bakvið ákvörðun þannig að hún verði bindandi. Þannig að við getum smalað öllum okkar bandamönnum á Norðurlöndum og öllum smáríkjum í Evrópu og myndi ekki komast á blaði ef við ætlum að reyna að koma ykkur í gegn. Ekki bara heldur með allt þetta lið með okkur ef það er ekki Frakkar, Þjóðverjar, Ítalir og Spanverjar og þessar stærri þjóðir sem væru með okkur í því, þá myndum aldrei koma neinn í gegn. Þannig að hagsmunir okkar eru bara skiptimynt í höndunum á þessu fólki.
það getur verið fengjum eitthvað í gegn af því að öllum öðrum væri sama, en ég held að það sé þá ekki eitthvað sem skiptir einhverju máli. Og það 27 framkvæmdastjórar í framkvæmdastjórninni, þannig að við fengjum einn þar að því marki og þeir eiga náttúrulega reyndar að vinna óháð hagsmunum þeirra þjóða sem koma frá, hvernig sem það nú virkar í raun, en við værum þá með eitt sem svona það bil 3,6% vægi í atkvæðagreiðslu þar, þannig ef eitthvað þetta komast í gegn sem væri okkur hagfellt, þá þurftum við að vera 14 til þess að standa með okkur í því. Þannig að þið sjáu, sætið við borðið svona svipað eins og bara hundur undir borðana að bein, skilur, það sætið okkar. Og bara ef að beini bræðast vel og hún ánægð með það, þá það bara gott að má hún naga það, en ég hef ekki áhuga að því, sko. Og svo annað, við erum náttúrulega svo fá og með veika stjórnsýslu að við hefum ekki eins og geta nýtt þessa möguleika sem við höfum innan EES til að hafa áhrif á gerðir sem í smíði og getur haft eitthvað með okkar hagsmun að gera. Við getum haft áhrif, sem sagt, haft rödd þegar verið að setja saman þessa gerðir áður en að verða lögum Evrópusambandsins. Við hefum bara ekkert getað það, við hefum ekki staðið okkur í hagsmunagæslu að því marki sem við þó gætum innan EES. Svo þetta það sem að tala að treysta fólk, við treystum kjósendum. Veistu, hvað eru búin að heyra þetta oft síðasta halva árið? Hvaða helvítis bull þetta? Ég treysta ekki svona sjálfum til að kjósi þessu. Á hvað ætti hún að treysta mig til þess? Nei, alveg, bara þetta ekkert einfalt mál. Og bara með fullri virðingu fyrir stórum hluta fólks hefur það tíma til að setja sig inn í þetta. Og hver að hjálpa því að setja sig inn í þetta? Við ætlum að eyða sumarfríin í það að spá í Evrópusambandið ekki og kjósa í ágúst. Það örugglega besti tíminn til þess að liggja yfir einhverjum fræðibókum með þetta. Og það verður engin umræða, Alþingi ekki svona störfum. Og þannig að þetta bara klísja. Ég treysti fólki sem hefur svona yfir meðalgreind eða meðalgreind að geti sett sig inn í þetta eða gefið sér tíma til þessu eða fær umræðu. Og hver svo að fræða þetta blessaða fólk eða okkur eða mig? Það þetta fólk sem að tala fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið? Ég hef ekki séð það, þetta bara frasar. Þetta svona eins og í Ameríkum áriðar sem að Indíánandi fengu ykkur glerperlur, sko. Það alltaf verið að hendi okkur glerperlum, ykkur dásendir sem ef við gangum inn í Evrópusambandið. Það talað ódýrara fjármagn. Hver eru líkurnar? Hann búið að reyna það að fá hingað erlenda banka til þess að auka samkeppni á bankamarkaði. Það hefur aldrei tekist. Þetta markaður sem enginn ennur að sinna. Þetta bara svo að byggja eitthvað útibúi í einhverju borg út í Evrópu. Allt landið, sko. Og þeir sem til þekkja telja það ekki líklegt að hingað komi bankar. Vextir eru innan Evrópusambandsins, það hærri eða svipaður og hér. Það breytist ekkert. Þannig að það auðvelt að segja fólki að þegar við gangum í Evrópusambandi þá fáið þið ódýr lán og lága vexti. En reyndu þá að rökstyðja af hverju það ætti að vera. Ef við ætlum að ganga inn í myntbandalagi þá höfum við sannlega aldrei uppfyllt skilyrði til þess að gera það. Við getum auðvitað nú þegar hengt krónuna við dollar eða evru ef við sýnir svo og séð svo hvað gerist. En það þarf verðstöðuleika. Verðbólga má ekki vera með 1,5% stigum yfir meðaltali 3 ríkja með lægstu verðbólgunni í Evrópusambandinu. Og fjármál, heilbrigð opinber fjármál. Það nú eitt að hjá þessu blessuðu ríkisstjórn sem að reyna að útskýra fyrir okkur hvað að græða á Evrópusambandinu að hún nýbúin að hækka vörugjald og einhverja kolefnisskatta sem hefur það verkum að verðbólgan fyrir á fullt og skilur svo ekki neitt í neinu. Og að reyna að útskýra fyrir okkur hvað ætlum að græða því að fara í Evrópusambandi. Eina sem við getum grætt á þessu Evrópusambandi ef við tækjum við þessari ríkisstjórn okkar þannig við getum fengið eitthvað í staðinn sem hefur eitthvað að ræna á því sem það er að gera. Og það eru fleiri skilur, ég ætla ekki að verða tími í þetta. Ég fór að huglega þetta og ég sem 100 blaðsíður þannig að ég get komið hérna á hverjum 50 degi til ársloka og haldið áfram. En annað allar þessar sveiflur sem verða í hruninu var það þannig að ríki sem voru með eins og Balkanríkin sem voru með evru hjá okkur féll gengi krónunar sársaukafullt og verðbólgan og lánin hækkuðu og allt það en í evrulöndunum það sem illa áræði þá bara lækkuðu laun
maður held ekkert í sama. Það var eina leiðin til þess að bregðast við niðursveiflunni, það er að lækka laun, auka atvinnuleysi. Það er það sem gerist þegar verður niðursveifla á evrusvæðinu sem hefur verið á köflum mjög mikið. Annað varðandi vexti sem er rétt að hafa í huga að í sumum ríkjum Evrópa sem vextur mjög lágur það merki samdrátt í hagkerfinu og stöðnun. Seðlabankar að reyna að þjófstarta efnahagskerfi sínu með því að nánast gefa lán á neikvæðum vöxtum jafnvel til þess að koma í veg fyrir verðhjöðnun af því að samdráttur í efnahagskerfinu. Það er ekkert merki heilbrigt efnahagslíf, heldur merki það sé eitthvað að. Og ef við erum að láta okkur dreyma að komast í þá stöðu að það sé samdráttur og verðhjöðnun og efnahagsvandræði sem leiða til þess að vextirnir lækka, er það sem við viljum? Að nokkru leyti eru háir vextir merki að hagkerfið geti staðið undir því og sé að blómstra eða stækka. Þannig að þetta er mjög einföldun á þessar umræðum. Og hvað er að gerist á Íslandi ef að loka fleiri álver eða að þið vilja fara til Kína því þau þurfi ekki að borga kolefnisgjöld þar og eða fiskistofna bresta eða eitthvað annað. Haldið að verði ekki sama óáran hér eins og alltaf hefur verið. Evrópusambandi breytir því ekkert. Og svo verður að tala ódýrari matvöru af því að það sé ódýrari á Spáni eða sem launin eða Portúgal sem launin eru kannski 1/3 af þeir sem eru í Íslandi. Af hverju aldrei þetta sé dýrt? Við erum 380.000 træður, það tekur ég að setja matvöruverslun fyrir okkur. Og það fari ekki að koma ykkur að keðjur og nýta stærðar innkaup sín til þess að selja sem fáir ræðum. Það er ennþá jafn dýrt að sigla með og fljúga með vöru hingað eins og hefur verið og það er nú heldur Evrópusambandið að kenna að það eru dýrara með öllum sem kolefnasköttum sem er lagt á og eru nú bara að aukast og eftir eyðileggja fyrir okkur flugfélögin eða flugfélagið, það er vist bara eitt eftir. Og haldið þið að launakostnaður verslunina lækki við að fara í Evrópusambandið? Nei. Og haldið þetta endurspegli ekki vöruverð hjá okkur að við erum með mikið dýrari og svo framleiðsla náttúrulega einhverju marki líka. Miklu dýrari vegna þess að við erum með betri laun og herri lifistandard hér heldur en í þessum Evrópulöndum, þannig að einhverja draumar það að hér verður svo ódýrt að lifa því það er ódýrt að lifa á Spánið í Portúgal er bara þvæla. Það er klifað á þessu. Þetta er það sem við ætlum að treysta þjóðinni fyrir þessu. Það verður allt svo gott og ódýrt og allt, en við ætlum ekki að rökræða af hverju. Svo kjósið bara með þessu og svo sjáum við til. Svo að vera að tala samningsgetu okkar. Já, utanríkisráðherra alveg það sem ég hefst truflandi er að Þorgerður segist treysta þjóðinni, ég spyr treysti þjóðin Þorgerði. Hefur hún einhver ástæðu til þess? Stjórnmálamenn ekkert annað en traustið, að við treystuðum til þess að fara með okkar mál. Og hvað eiga að gera til að ávinna sér traust okkar? Fyrst alveg eiga að tala við okkur eins og fullorðna manneskjur og kannski að útskýra það hvernig þið ætla að standa við þessar fullyrðingar sem eru að setja fram eins og ég verið að rekja og margar fleiri. Það eru bara klísjur sem við fáum. Svo koma svona hugmyndir eins og ykkur sjávarútvegskommissar yrði okkar í framkvæmdastjórninni og þeir myndu gangi í Ísland. Evrópusambandið. Takk upp íslenska sjávarútvegsstefnu eins og þeir hafa aldrei heyrt að við höfum einhverja kvótakerfi upp á Íslandi og nú séu þeir að fatta að við getum lagt þetta fiskveiði mál undir okkur innan Evrópusambandsins. Hvaðan kemur svona bull? Nei, alveg, eigum að treysta fólki sem að guppa út þessum svona rugli. Ég veit ekki hvað hún búin að fá mikið rauðvín þegar þetta gerðist. En hvað er í gangi? Svo fara menn að spá, já, það var að byrja að semja. Þetta er segjum það væri nú þannig. Það væri byrjað að semja á bakvið okkur. En þetta er þá einhverjum í hug. Ef einhver sagði þetta við hann einhver staðar, hver getur staðið við þetta? Hver á hinum vagnum sem hefði hugsanlega sagt að þetta væri möguleiki, hver getur staðið við það og hefur einhvern veginn verið skrifað undir þetta? Nei, að sjálfsögðu ekki.
En ef hún einhvern veginn skilið það svo að þetta væri möguleiki í einhverju samtali við þetta fólk, þá það algjörlega haldlaust. Þetta bara einhver þvæla. Og ef það ekki þannig, hvaðan kemur þá þetta bull? Hún var að reyna að skýra þetta í speglinum í kvöld, með því að þetta átti að vera eitthvað, ég veit ekki alveg, ég skildi ekki að þetta hefði verið einhver hugmynd í Norðmanna, ef við farum inn og undan þá myndum við ná þessu sæti og þá eru þeir í vandræðum. Frendur okkar nú aðeins betur gefnir þetta, held ég. Og svo erum við erum náttúrulega best í mjög mörgu. Þjóðarframleiðsla á mann hér tvöfalt herri heldur en í Evrópusambandinu að meðaltali. Það eru 2 ríki Evrópusambandsins sem yfir okkur. Það eru Írar og Luxemborg. Írarnir nú eru frendur okkar en Luxemborg aðalega því að þvætta fé frá okkur glæpamönnum, þannig að það eðlilegt að græða því. Og svo eru menn eins og Jón Baldvin sem má þakka EES-samningina miklu leyti. Hann algjörlega mótfallinn ef við göngum að inn. Hann líkir svo við að hlaupa inn í brennandi hús. Þannig að það ekki bara einhverjir svona aukamenn eins og ég. Það eru menn sem hafa verið á hinum vægnum og teljast frekar til vinstri manna, sko. Og þróun líka, hver ástandið inn á ESB, því að nú heyrtum þess að Draghi-skýrslu og annað, þar sem þeir eru náttúrulega að drekja öllu í einhverjum net zero kolefnisgjöldum og einhverjum reglum allt. Ég held þeir að afnema þetta með bananana, þeir mætti ekki vera nema ákveðin í gerð, sko, einhvern tíma var hlegið að því. En sko, skipti kannski okkur ekki máli, mér alveg saman hvort eru beinir eða bóknir í vilsátt. En svona dellan. Við erum einhvern fólk í Brussel alltaf að láta sér detti í einhverja góðar hugmyndir til að bæta heiminn með því að banna þetta og setja hina regluna og þessa regluna. Þetta meira sér svo vittlust í okkur að innan EES, þar sem við höfum takmarkaðan aðgang, þá erum við að gulluða allt draslið og reyna að gera betur en þeir. Við erum með einhverja embættismenn og jafnvel stjórnmálamenn sem að fara til Brussel og sýna hvað við séum góð því við séum vittluseldur en þeir. Í alvöru. Ég þekki á mínu starfi til eitthvað sem heitir tilskipunum persónuvernd í fjarskiptum og það kom í ljós þeir eru búin að setja í fjarskiptalög reglur sem fólur inn í sér að þetta, ég veit að það skráð öll internet umferð og símtengingar á milli tækja, þannig að þetta rekja aftur í tíman ef að gögnin eru geymd, tölvutengingar og annað. En það var sagt að ætti raunin að eyða öllum slíkum gögnum leið og þeirra var ekki þörf til þess að rukka fyrir þjónustuna. Svo var náttúrulega þarna undanþága fyrir löggæslu og öryggi þjóðarinnar að það mætti hafa hóflegan tíma sem þessi gögnar er geymd í þágur lögreglu og varnarhagsmunna á þjóðaröryggis. Þeim datt náttúrulega ekki til að nýta þetta er engu hlúðunin. Heldur bara átti að eyða öllum gögnum og leiða og varst búin að borga. Þannig ef þú bara borgaðir fast gjald óháð notkun þá þurfti ekki að geyma neinn gögn. Þú varst bara áskrifandi þess að vera að kaupa mokkan. Og þá var ekki að rannsaka neitt. Ég get ekki barnaglám sem svona vinsælt viðfangsefni. Það verður þá ekki að upplýsa hver að vera að gera, dreifa slíku eða brjóta eitthvað annað af sér. Og ég gerði leiðindi út úr þessu og fekk svo reynda breytt. Og þá heyrði ég í ráðuneytisstjórninni í dómsmálaráðuneytinu og það endaði með því að hún spurði mig, hefurðu komið til Brussel? Og það var eins og maður fengi einhverja heila ígræðslu við að fara til Brussel og geta ekki hugsað skýrt og vissi ekkert hvað þetta snerist. En svona virkar þetta og svo ætlum við að fara í Evrópusambandi og reyna að hafa með þessu sama fólki og ætlum að reyna að passa okkur á því að koma okkur ekki í vandræði. Sko við erum ekki að semja við neitt með þessar reglugerðir. Og tilskipanir þegar við erum að lögtaka þetta. Við erum bara ekki færum eins og að passa upp á hagsmunum okkar ein við eldhúsborðið, sko. Hvað þá? Þar sem einhver þrýstingur frá Evrópusambandinu í að gera eitthvað. Þannig að ég ekki mjög bjartsýnn á þetta eins og þið heyrið. Og það sem hefur að gerast innan Evrópusambandsins það að sko árið 2008 þá var þjóðarframleiðsla ESB og BNA á Bandaríkja Norður-Ameríku sirka bóta pari. Og árið 2024 var þjóðarframleiðsla ESB 32% lægri en Bandaríkjana. Þannig að þið sjáuð alveg hvað þróunin er. Og af hverju? Jú, þeir eru að ná net zero með því að senda alla iðnaðarframleiðslu til Kína. Það er ekki stálframleiðsla, þeir get ekki smíðað herskip eða neitt annað af því að þeir eru búin að útvista þessu, þar sem er hægt að sleppa þessu koltvísering út í andrúmsloftið. Og og svo
þetta svona svipað eins og hefur verið upplýst að vera að flytja sorp til Asíu og hellaði þar á hauga frá Evrópu og vestrænum ríkjum. En það allt í lagi heima, skiljið, við erum með okkar á hreinu, það net zero okkar landsvæði, skiljið, en þetta náttúrulega alheims vandamál ef það eitthvað til sem heitir hnattræn hlýnun, en það lagast ekkert við það að CO2 sé sleift í Kína. En svona hugsunargangur. Og meðan það bara kóðunar þetta niður efnahagslega. Svo þessi samningsmarkmið, á hverju ekki hægt að segja okkur hvar draugum við línu í sandinn? Hvað ætlum við að sætta okkur við að ganga langt? Já, við ætlum að selja Ísland dýrt. Hugsið ykkur sko óheppilega frasa. Nei, við ætlum ekki að selja Ísland, við ætlum bara að selja það dýrt. Selja það dýrt, hvernig óskopunum getur verið eitthvað vit í þessu? Algjörlega, svo var hún montasjaði núna í fjölmiðlum Þorgerður að hún ætlaði að tryggja fullveldi þjóðarinnar. Við erum búin að hafa fullveldi í 80 árið eitthvað, skiljið. Við erum búin að hafa fyrir þessum fiskimiðum þannig að, leggja Breta af velli nokkru sinnum til þess að geta haldið í fiskveiðarnar okkar. Og hún ætla núna að fara að tryggja það sem við eigum, sko. Það ætla að tryggja fullveldi. Í alveg, sko, þetta allt í lagi, skiljið, fullurinn og barikstaðar, bull eitthvað og hlæja saman, skiljið, en er þetta manneskjan sem á að halda utan samningsmarkmið okkar gagnvart Evrópusambandinu? Sem tala svona, eða þau. Svo ég náttúrulega Inga á liðalínunni, sko, hún ætlar ekki að samþykkja neitt. Það ekki einu sinni séu sammála sko neitt. Og annað sem náttúrulega þessi flokkur Viðreisn sem nú aðal sprautan í þessu og náttúrulega Samfylkingin sem fór svona lauga ákveð fyrir kosningar. Hvað hefur þessi flokkur nákvæmt mann gert? Slítið miðanótt ríkisstjórnar samstarfi með XD og horfinni fortíð eða hvað þessi flokkur þarna árið? 2017 eða týnd framtíð eða eitthvað. Og af hverju? Af því að Sigríður Andersen hafði sagt Bjarna Ben frá því að pappan hefði skrifað fyrir ykkur undir meðmælum hann geti kyrt rútu fyrir ykkur pedofíl sem hann búin að afla hún á dómið sinn. Þú veist, það var það tilefnin til að rjúa stjórnarsamstarfi. Var að lofa kallt greiðin og Bjarna að vita hvað gamli maður var að vesenast þarna í einhverju skilningsleysi, ekki haft neina hugsun á því að þessi maður hefði bara brotið svona af sér eða hafði ekkert með það að gera, en það var enginn að mæla með því að hann yrði starfsmaður á leikskóla. Og annað þessi jafnlaunavottun, það nú ein vitleysa. Ég sérstakur áhuga maður Þorgerði Katrínu. Mætir í spursmál hjá honum Stefán Einari, það mjög skemmtilegur. Og hann fer onni í einhverja skýrslu frá Háskóla Íslands það að þetta skil ekki neinum árangri og það orðið viðurkennt. Þetta svokallaða þessi launamönnur kynjana svokallaði sem felst nú að við kallaðum alltaf í vinnunni og konar þær eru að fara aðeins heim og passa börnin okkar sem ekkert slæmt. Að hann hefði ekkert breyst með þessu. Þetta kostaði 2 milljarð á ári fyrir atvinnulífið að halda þessari vitleysu gangandi. Og hún var spurðaði, ef þið komist í ríkisstjórn, ætlið þá að fella þetta niður. Og þá fór hann náttúrulega að tala það okkur að sjálfstæðisflokkurinn var ekki búin að falla þetta niður. Þetta var barnið þeirra, sko. Viðreisnar. Og svo eins og alltaf, þá endaði með því að ég er svo mikið jafnréttismanneskja. Þetta hafði ekki áhrif á jafnrétti, þessi vitleysa. Þetta kostaði bara pening fyrir fyrirtækin sem voru þá ekki sett í launaumsla fólks, ekki notið til þess að ráða fleira fólk í vinnu. Eða í einhverja nýsköpun eða þróun eða eitthvað annað sem þessi fyrirtæki standa fyrir. Þannig að svona er umræðan. Þannig að ég verður bara að segja eins og hér. Nú ætlum ég að vera ógeðslega leiðilegur ef mér ekki tekist að hinga til. Ég get alveg séð hvernig þetta verður. Sko, ef að Viðreisn fær ekki eitthvað út úr þessu Evrópubrölti sínu, þá er þetta eina málefni sem flokkurinn hefur fyrir bí. Hann er bara Evrópusambandið. Hann hefur ekkert umfram Samfylkinguna og þennan ræfil sem er eftir að sjálfstæðisflokknum annað heldur bara Evrópusambandið, sko. Það er eina sérgáfa þeirra. Og þegar þá að ekki að sætta þessu vinnit samning, ég get alveg segja hvernig þetta gerist. Það verður samið að unnið þessari aðlögun og öllu því. Svo kemur Þorgerður heim með einhverja niðurstöðu og hún verður kynnt þannig að
Jú, við hefum fengið hérna frest með að ræða hennan sjávarútvegsskafla og hérna í 5 ár, 10 ár, en á þeim tíma fyrirreitum á þeim tíma á að ganga frá þeim málum og semjum þau og ég hef fulla trú á því og mér hefur verið sagt það og lofað að það verið ekki fullt tillit til hagsmuna Íslendinga í þessum viðræðum í framtíðinni. Svo náttúrulega gerist ekki, þetta verður ekkert samþykkt og ég gera bara það sem sýnist. Þá voru við komin inn og hún komin inn á Elli Emily og við sitjum í súpunni. Í alvöru. Þetta aðferð stjórnmálamanna við að ljúga sig út úr. Ég hef oft heyrt þetta. Þess vegna þessi vitleysa með þessa fresti og það sem Evrópusambandið segir. Það engar undantekningar frá þessum grundvallarreglum Evrópusambandsins, Rómarsáttmálanum og öllu hinu. Það bara tímafresti til aðlagast í. Og þetta aðferðin að svona deyfa athygli fólks með því að segja já, þetta bara eftir 5 ár, þetta bara eftir 10 ár eða eitthvað. Og þetta verður allt í lagi, við semjum þetta. Þeir taka tillit til okkar af því að þeir eru vinnir okkar og eitthvað svona bóla að kjafta því. Þeir eru það ekki, þeir eru bara að geta hagsmuna. Þannig að vitið til, það verður eitthvað svona kjafta því. Hún kemur aldrei og segir, heyrðu, þetta var bara rugl. Við gátum ekki breytt neinu eins og við heldum við getum breytt. Við fáum einhver undanþágur umfram það sem allir aðrir hafa gert hinn í 27 sem eru búin að gangi í gegnum þetta. Aldrei hún segi það. Bara sorry, della. Hún gerir það ekki, að sjálfsögðu ekki, skilur. Hún þarf að kjafta sig út úr þessu til að halda haus og þá verður það eitthvað svona. Og það þetta sem ég hræddur við, af því ég treysti ekki þessu fólki til þess að gæta hagsmuna okkar, að það verður farið eitthvað svona móðreikur. Og þetta það sem að gengur þetta í gegn. Þú veist, þetta fær fullt af fólki til að slaka á. Jú, hún segir þetta verður allt í lagi og Evrópusambandið svona vinnur okkar allan og svona gæta okkar hagsmuna og taka tillit til okkar sérstöð. Þetta verður svona. En útlendingamálin, já. Eins og ég kom inn á áðan og það var mín sýn á útlendingamál. Sko ég alveg sáttu við útlendinga á Íslandi. Við þurfum að passa okkur á því hvað við getum tekið á móti mörgum og það er nú ekki eðlilegt að við verðum minnihluta í eigin landi. Og þetta við með EES-borgara sem eru grundvelli samningsins og við getum notið svipara kjara að fá okkur vinnu í Evrópusambandinu án þess að vera með sérstakt leyfi til þess. Og það í sjálfu sig gott, þetta fólk stendur okkur nær í menningu og siðum, þannig að við þurfum ekki að fást við það sama eins og við erum að fá fólk frá þriðja heiminum eða í múslimaheiminum sem vandamálin. En þetta þarf þetta að vera í jafnvægi. Það sem ég bind mikla vonir við að mikið talað gervigreind núna, hún framtíðin og á næstu 5 til 10 árum verður bylting í því. Það verður ekki lengur neini bílstjórar eða lögfræðingar, það verður bara einhver gervigreind sem sér þetta. Og þá þurfum við náttúrulega ekki að flytja inn allt þetta fólk til að vinna. Þannig að þó við séum fá og við eldumst, við erum öll að verða 70 eða ekki, öfu og píramíti á fólksaldri og aldurspíramíti og þannig að það verður náttúrulega miklu minni þörf fyrir starfsfólk og við komumst betur af að þess að flytja starfsfólk. Það hlýtur að vera með að alla spár við þessa gervigreind. Þessar fáu hræður sem menn að vinna á þeim tíma munum bara þakka fyrir að hafa vinnu. Vegna þess að gervigreindin tekur svo margt yfir. Þetta eru hlutir auðvitað sem menn veit ekki hvernig enda sko. En þetta þykjast þeir sjá fyrir. Sjálfkeyrandi bílar og alls kyns hluti. Það getur alveg gleymt í að vera forritari. Það er bara gervigreindin, það sem hún kann best. Og þú getur að sitja eitthvað við. Hún gerir þetta bara, hún vinnur allan sólarhringinn alveg á 10-faldur hraða og hún 100 sinnum gáfaður heldur við nokkuð tíma getum orðið. Hún verður þannig eftir 10 ár. Þannig að þetta leysist að einhverju marki, en það sem verra er þessi menningamönnur sem við erum að sjá, kemur það sér nú eftir. Annað sem ég þoli ekki í þessu öllu saman, talandi stjórnvöld, það aldrei hægt að leggja fyrir okkur sem borgum skatta og okkur sem að kjósum þetta fólk. Ég get aldrei druslast til þess að láta okkur vita hvað kostar þetta allt saman, þessi órasía. Hvað skuldum við? Við erum búin að safna skuldum frá COVID. Við erum búin að taka þetta alltaf láni. Ríkidæmi okkar þegar við erum að taka móti fólki sem á bátt eða á ekki bátt, sem nú misjant. Það allt til komið með lántöku. Því ef við hefðum ekki eitt þessum peningum í það,
þá hefðu við getað minnkað lántökurnar augljóslega, gefur augaleið. En við fáum aldrei neina tölur þetta. Þá meira að segja prófessor í Háskóla Íslands sem að reikna að þetta getur verið betur 100 milljarðar á ári. Við erum aðtúa það er hægt að tala einhvern kostnað hýsa fólk eða dagpeninga, en þetta fólk hefur aðgang að menntun og heilbrigðiskerfi og öllu því sem kiknað undan álagi. Það kostnaður. Það þarf að áætla sama kostnað á þetta fólk og hvert okkar í þessum kerfum okkar. Það þekkja það allir sem að fara í heilbrigðiskerfið eða myndatökur eða á röngustofur og annað. Það annað hver maður útlendingur því það viðhaldið hefur náttúrulega setja á hakanum í þessum löndum þannig að hann kemur fram. Tannlækna þjónusta og annað slíkt. Þannig, mér finnst það væri góð byrjun að við fengjum að vita hvað eru að borga fyrir þetta. Og þeir sem ber ábyrgð á þessari óstjórn, þeir svarið þá fyrir það að hafa sóa fyrir þetta. Og ég sé þetta þannig, við erum eins og ég nefndi á það, við erum foreldrar okkar ömmur og afar og svo framvegis að vera nörla hérna saman ykkur til þess að búa til þetta samfélag sem við erum með í dag. Ég ekki tilbúin að henda því í eitthvað fólk sem að flakkar hérna og kemur hérna óbeðið. Ég veit að þetta fólk, við erum með eldra fólkið okkar, liggjandi í einhverjum bílagjenslum einhvers staðar, þeir geta drullast til þess að byggja hjúkrunarheimili eða stærri spítala. Við erum að horfa á eitthvað spítala, hvað þessi nýja landsspítala kosta? 80 milljarða. Það er kannski það sem við vorum að eyða á einu ári í þessa hít sem þessi útlendingamál eru. Við erum búin að láta ykkur dreyma um landsspítala í mörg ár. Og eitthvað stór mál. Það er ekki að leggja vegspott eða grafa göng fyrir nokkra milljarða eða bara reka eitthvað heimili fyrir eitthvað fólk eða eitthvað svona þjónustu fyrir fólkið okkar. Það vantar eitthvað 200-300 milljónir. Það var aldrei þetta peningur. Þetta botlaus hít, ég þekki leigubílstjóra. Það var að keyra fólk, hælisleitendur á Ásbrú í Dómus Medica í eitthvað röntgendæmi. Hann hitti kollega sinn þar og var að keyra á vegum útlendingastofnunar því þeir náttúrulega geta ekki strætó þó þessi ekki að gera neitt annað á rómikið að lagt að læra á leiðakerfið. Og fara í leigubíl frá Ásbrú, ég hef aldrei keypt leigubíl svona langa leið ævina, ekki dottið í hug. Og hann hitti kollega sinn sem var að flytja annan mann á sama tíma frá Ásbrú í þetta bölvaða röntgen hana. Í alvöru. Veistu, bara sóun. Svona þetta allstæðar í gegn og ekki talað þetta. Þetta ekki, við erum svo góð og við erum svo rík. Svo tökum við þetta alltaf lánum og svo eigum við ekki krónu þegar það á að fara að gera eitthvað annað. Nema ég helst að styðja einhverja transveslinga í New York. Það sem að megna þessum 150 milljónum fóru held ég bara í að launa yfir transinu aðstóð þeirra. Og eitt sem ég ætti við erum með stjórnmálamenn eins og ég man eftir myndum að Degi Bjeggasinni og hvað ég Guðmundur Ingi þannig að Vinstri grænum sem að félagsmálar á þeirra skrifa undir eitthvað samning og móttöku flóttamanna. Svo þessu fólki fundið húsnæði, ríkið tekur lán til þess að leigja húsnæði og kaupa húsnæði til þess að hýsa fólk. Það sett inn í einhverja grunnskóla og það enginn sem tekur ábyrgð á því að þú komið með einhverja bekkjar sem eru 10 tungumál og það eru bara 4 í bekknum sem skilja íslensku eða ensku. Svo einhver kennararæfið sem á að kenna þessu fólki. Í alvöru. Og hver eru þá stjórnmálamennir sem sögðu, já, ég er ægilega góð, ég tek á móti þeim og senda það upp í Breiðholt. Eða eitthvað. Þú veist, hver er ábyrgð þeirra? Ákveður ekki að segja bara, heyrðu, þú stýrðir þessu. Hvernig datt er ég að láta þetta gera svona og ætlast til hún Jóna eða Gunnar sem eru kennarar að þeir leysi þetta. Það bara svona einhvern hraðkurs í arabísku. Þetta bara, og þetta einhvern veginn veltur svona áfram, bæði kostnaðurinn og afleiðingarnar af þessu. Og það enginn sem að, þú veist, lætur þetta fólk bera ábyrgð eða stillir upp í vegg. Þetta bara algjörlega galið. Það spyrir mig. Og svo annað, þegar við erum að tala um efnahagslíf, ég er nú ekki hagfræðingur, kannski ykkur hagfræðingur en hvaða áhrif hefur að taka 20 milljarða láni á ári hverju til þess að leigja húsnæði, kaupa húsnæði, auka eftirspurn eftir matvöru og þjónustu hér og þar í heilbrigðiskerfinu annars staðar. Einhvern tímann hefði nú ykkur haldið að þetta geti ýtt undir verðbólgu. Að lifa með efni fram og taka lán til þess að auka eftirspurn eftir vöru og þjónustu. Þetta búið að gera í mörg ár. Og þetta það sem hefur haft líka áhrif á fasteignamarkaðurinn.
Það er ekki bara það að borgarstjórinn hafi ekki vitað að þyrfti lóðir undir hús. Að þetta hefur náttúrulega haft áhrif á sprengju fasteignamarkaðin og leigumarkaðin fyrir Íslandingum. Það er engin sem að, þú veist, við tökum þessu bara eins og þetta sé bara, það er engin sem ber ábyrgð á þessu. Þetta fólk er aldrei spurt að þessu. Á hverju ekki? Af því að við erum svo góð, við ræðum þetta ekki. Þetta er svo kynferðisbrot hérna fyrir 30 árum síðan. Það voru engin kynferðisbrot, skilur, og ekkert gegn börnum eða neitt, við bara töluðum ekki því að það er svo erfitt. Og þetta er bara svipað. Og hver er reynslan? Hér er komin 15-20 alþjóðleg glæpasamtök og það er á meðal svona herskáði Palestínmenn og Albanar sem eru stórhættulegir og allstaðar taldir með svona verri glæpasamtökum. Ég hef farið í nokkur podcast og sagt frá því að mér var trúa fyrir því að manni sem ég veit að hefur upplýsingar, áræðalegar upplýsingar að þegar hún Sólari sem að Erla þarna á hennar gerlingata með henni voru í Egyptalandi múta landamæravörðum til þess að flytja gasaliðið til Íslands, mann ekki hvort á 90-100 manns, að þá hafði áður, þetta voru einhverja fjölskyldusameiningar sem að Útlendingastofnun álpaðist til þess að samþykja og þeir sendu lista sem Íslands stjórnvöld höfðu nú eitthvað unnið og höfðu sendt lista til Ísrael og beðið svona að þeir aðstóðu við að hjálpa þessu fólki að koma til Íslands og það var þeir fengu þau skilaboð frá Simbeth sem er svona innanríkis leyniþjónusta þar móts við Mossad sem er utan aðalega. Ég þekki nú samt ekki svona nákvæmlega verkaskiptingur hjá þeim, en fengu tilbaka að það væri á þessu lista, nafnalista sem eru sendt yfir fjölskyldusameiningar 10-15 einstaklingar sem hefðu tengst við hryðjuverkasamtök. Og þeir sögðu rauninni í skeitinu, við myndum helst ekki vilja vera að senda ykkur þessa. Og þær fóru þarna, mútuðu landamæravörðum og tóku fullt af fólki yfir landamærin og Íslands stjórnvöld leigðu þotu og fluttu þetta heim í mars 2024. Hennar hóp, algjörlega á þess að skrýna þetta nokkuð, á þess að skilja það frá þetta fólk sem var í rauninni stórhættulegt. Og það hefur enginn pikkað þetta upp. Nema út af saga, það er svona vitleysingar eins og við, sko, sem enginn vill hlusta á, eru nasistar og mannhatarar, sko, áliti fólks. En það hefur enginn blaðamaður utan við það, tekið þetta upp og spurt og gengið á stjórnvöld, lögregluyfirvöld, spurt, er þetta satt? Létu það viðgangast að við vorum að flytja inn stórhættulegt fólk, vitandi vits og borgundur að flug til Íslands og sleppa því lausu innan börnin okkar. Nei, það er bara, ég veit ekki hvað þar til, þetta verður svona sem er hrunið, það voru allir í partíi fram að hruni og þá átt að taka allir á lífi, sko, þetta er svona. Við erum ekkert að gagnrýna þetta, skilur, fyrir en allt fyrir í klessu og einhver fremur hryðjuverk eða eitthvað, þá verður allt vitlaust. Svona típiska íslenska leiðin, sko. En ég meina, hvað finnst ykkur? Ég meina, finnst ykkur eitthvað, megin skylda stjórnvalda er að vernda öryggi borgarana og við höfum þarna eins og í þessu tilviki, alþjóðlegt samstarf svona intel eða leyniþjónustu upplýsingar, til þess að geta brugðist við eins og þegar handtóku ISIS-lið á Akureyri og senda hann á landi. Enda fögnuðu þeir nú manni sem til bræðralagi múslíma fyrir 5-6 árum síðan því það voru eitthvað fólk gargandi á torgum yfir því að þetta sýn honum hlýju og mannúð. En allavega við fluttu ISIS-liðan burtu og við eigum að nota náttúrulega þessi tengsl til þess að reyna að venda okkur fyrir þessu fólki því að það er eitthvað sem við getum sætt okkur við, það er þá fólk sem er örugt og kemur hérna og vill leggja sig fram og er ekki hættulegt. Það er þá lágmarkið, sko. Þannig ég bara, ef að nú er búið að bera tilbaka þetta sem var sagt og ég ætla að taka fram, ég veit ekkert hvað er sagt eða rétt í því, þessi frétt sem var í Morgunblaðinum, þessa bílageymslu árás þarna, þar hefðu verið menn sem væru ekki búin að vera lengi hérna og væru frá Palestínu og hefðu verið með í símónu sínum myndbönd af sér með Kalashnikov og eitthvað annað í búningum frá Hamas og eitthvað og það er auðvitað búið að bera það tilbaka því það er alls það sama þöggunin og ég skil það vel. Það er bara að sjá að mitt mál sem kannski að við einhvern veginn heyrt að ég var einn af þeim embættismönnum þjóðarinnar sem var erfiðast að losna við. Ævi skipaður bara einn af fáeinum
Þeim tókst að losna við mig, bara vegna þess að ég var að tjá mig svona mál. Þannig getið ímyndað ykkur lögreglumenn, heilbrigðisstarfsmenn, félagsþjónustan og aðrir sem þurfa að eiga við þessa stöðu, þeir þora ekkert að segja frá. Og það var meira að segja að Stefán Einar var að lýsa framgöngu arabískra kalla á fæðingadeildinni sem sýndu bæði starfsmönnum sem voru náttúrulega konur og sínum eigin konum fullkomna lítilsvirðingu og tillitsleysi. Og þá náttúrulega kom ykkur frá Landspítalanum og bar þetta allt tilbaka og núna búið að bera þetta tilbaka hjá lögreglunni sem náttúrulega bara sem öllum stundum einhvern veginn að reyna að fela að það sé eitthvað að. Það búið að kæra til þeirra fullt af málum eins og þetta mútamál í Egyptalandi og Palestínuar bara hér sem að hvatti til þess að allir gyðingar verið drepnir og annað og það er náttúrulega svo sannarlega hatursorðar og fljótar að fella þetta allt niður. Þannig þetta er ekki trúverðuð stofnun þegar hún kemur svo allar að halda því fram að þetta bara allt verið lygi einhvern lögreglumönnum sem trúðu blaðamanninu fyrir því sem þið sögðu. Þetta er svo hættulega því að það er ekki bara það við vitum ekki hvað það kostar, heldur fáum við ekki heldur að vita hvað afleiðingar þetta hefur fyrir okkar samfélag og hvað er að gerast. Svíarnir hafa talað um það versta sem þeir hafa gert sem þeir eru náttúrulega snillingar í að tala aldrei neitt sem að heima við og þeir létu þetta viðgangast og sér þannig að þetta var orðið eins og það bara töluðu ekki það. Ég ræddi þetta við sænska ríkissaksóknara fyrir 6 árum síðan á þingi þar sem ég utan og spurði hvernig þetta væri með þessa glæpaklíkur og innflytjendamál hjá þeim og hvort þetta væri ekki vandamál semst fyrir lögreglu og ákæruvald. Nei, hann heilt þetta væri allt í besta mál. Hugsa ykkur, að það bara talar ekki þetta og hverfur þetta vandalega. Og það það samar að gerast hér og maður heyrir hluti sem fólk segir manni í trúnaði auðvitað og þetta bara ekkert í lagi. Það eru bara hlutir að gerast í kringum þessa hópa sem bara helvítis viðbjóður afsakið franskuna mína og það er enginn sem segir frá því. Þessir mainstream fjölmiðlar, þeir vil ekki segja frá þessu, og þeir eru alveg fignast því að þau geta kalla allt þetta lið Íslendinga þannig að við trúum því bara að þetta sé Jón og Gunna þannig frá Raufarhöfn sem eru að brjóta af sér Já, þeir eru allir fyrir sunnan að brjóta af sér Nei, ég meina að þú veist þetta bara einhver djöfusins þetta bara einhver fyrra ótti við hvernig skutan að vera kallaður rasisti Nei, já, ég meina þú veist, þá tökum við bara á því með það þarf Já, ég meina það aðfinnum við að taka þetta niður þeir sem stjórna umræðinni einhverjir svona helgavölur og Sema Erla og einhverju svona gapandi fávita til vinstri sem að hræða alla aðra frá því að tjá sig og kæra svo alla og ömmuður og mig fyrir einhverja hatursorður því að mér finnst þetta lið ekki alveg vera í lagi og þá fannst lögreglunni til þess að yfirheyra mig út af hatursorðuræðinu Ég man ekki hvað ég sagði þegar þær væru ekki þetta, þær væru að flytja inn hryðjuverkamenn eða eitthvað þeim væri alveg skýt sama En svo fer umræðin alltaf út í það, þú talar eitthvað sig að þá sért á móti öllum, þeir eru ekki allir, ok, 2 mínútur, já. Og ég ætla að segja ykkur samt nokkuð dæmi, það eru einhverju 700-800 palestínumenn, skils mér, ég hef nú ekki talað á. Við það nokkuð dæmi á 24 mánuðum, þetta er svona svipað í Bolungarvík, kannski, sem búa þar, ég veit ekki hvað margir núna, það voru eitthvað 800. Við vorum með mál í Héraðsdómi Reykjanes, það sem faðir var dæmdur fyrir nánast ærumorð, þekkið þau hjá Íslam. Þessi drepa dætur sína fyrir að brosa framan í kristna menn eða eitthvað slíkt. Og hann sagði í yfirherslu á lögreglu að hann væri löngu búinn að drepa hann ef hann væri heim í Palestínu. Dóttir sína. Þú veist, hugsið ykkur hvernig það kæmi upp í okkur, en við mistum glóruna náttúrulega, að við myndum vilja meiða börnin okkar. Drepa þau fyrir eitthvað sem þau segja að gera. Og að móðir sem að kæfði unga son sinn, fyrir 18 ára fangið, svo reynda að kæfa annan eldri, hann var bara svo sterkur fyrir hana, frá Palestínu. Og á hverju gera það? Ég var náttúrulega að senda á til alla því að væri mikið betra að búa þar en á Íslandi, það væri sannlega hlýrra. Nei, alvöru, þetta er börnin hennar. Og svo var þessi hnífa árásat í Úlfarsadal, enn eitt Múhameð með hníf og loftjarinn að stinga annan, tilröndi manndraps.
bílageðslan í Borgartúni. Stefán Einar sagði frá því og ég efast ekki að Stefán Einar það vandaði maður og hann að segja eitthvað sem honum trúa fyrir og rétt að lögreglumaður, og það var sagt frá því í fjölmiðlum, en hann sagði frá því að þetta verið sómalar og palestínumenn sem fóru heim til lögreglumanns af því hann hafði stoppað einhvern í umferðinni fyrir eitthvað vilsi og hótuð honum. Við höfum aldrei séð þetta með íslenska vesalinga sem við erum að fást við. Og ég hef fleiri en eina frásögn að því að sem þessi kallar að mæta í heilsugæsluna og heimta vottorð þannig að þeir þurfu ekki að vinna. Og einu tilvikinu var það heimilislæknir sem bara, ég sátu fyrir, hún hafnaði því að ég fengi vottorð, það var ekkert að þeim. Og ég sátu fyrir henni fyrir utan heilsugæsluna og hótuð henni. Bara líkamsmeðingum, bara dauðaði ykkur. Ef hún leta ekki hafa vottorð, sko, hún skildi dirfast að vera ósammálega með það vera óvinnufærir. Í alvöru, sko. Þetta að gerast. Nú, svo voru 5, og það 3 Múhameðar, þeir heita nú allir Múhameð, af því að það náttúrulega, sko, það helsta fyrirmynd allra múslima í heiminum, það Múhameð. Þessi dýrlingur sem giftist 6 ára barna fór að sofa hjá því 9 ára, drap menn hægri vinstri og nauðgaði konum. Þetta fyrirmynd allra múslima, það fullkomni maður. Þannig ég skýrðir í höfuð á þeim og hægir sem það svipað. Þeir sátu unglinga í Garðabæ og Hafnarfirði og kúið út úr þeim fjö með ógnunum og dæmdi fyrir mörg svoleiðis tilvik og þetta var hlutaðin bara 3 voru ungir, sko, 2 tvítugt og fyrir eignaspjöld líka og svo getur við velt fyrir okkur reynslu Dana sem hefur rækin í fjölmiðlum. Meirinn helmingur þeir hefur aldrei unnið sem kom þangað fyrir 30 árum síðan, einhver 320 manna hópur í maður rétt og meirinn helmingur hefur komist í kast við lögin, bæði 1., 2. og 3. kynslóð. Þannig getur ég ímyndað ykkur hvernig við myndum bregðast við ef þetta væri alltaf gerast í Bolungarvík. Værum við ekki eitthvað að velta fyrir okkur hvað væri í vatninu hjá þeim eða ég væri eitthvað að hjá þeim. Þetta allt og þetta ég sennilega gleymi ykkur og alls ekki svona afbrigðileg hegð og þeir að vera að taka myndir af sér upp á einhverju bílalögubíl með einhverju leikvangabissur og ráðast yfir allt og alla í fjölskylduhjálp Íslands með yfirgangi þar sem er að reyna að hjálpa fólki matargjafir. Þetta sami hópurinn og ég var að tala bílstjóruna. Kemur alveg stúlka inn í bílni að vinurinn keyrir hana heim, það ekki reynda palestínumenn, það voru túnisbúar held ég. Fór með hann heim til vina sinni, þeir nauðguðu henni saman og svo keyrði hann heim og hann rukkaði hana, sem hann kannski ekki versta við þetta, en svo rukkaði hann hana fyrir farið. Það var þannig sem hann fannst því að það kom einhver posafersla sem vísaði á hann. Og það eru fleiri svona mála sem að bara káa á konum í bílum, ofbeldi, fjársvik og kúanir, þið þekkið þetta. Og við bara sitjum hérna og við erum bara ekki alls engin rassistar og við ætlum ekkert að tala þetta. Þetta bara besta mála, gott að fá fleiri leigubílstjóra. Í alvöru. Það er búið að segja mér eðlilega að hætta þessu blaðri. Og svo náttúrulega það flotta, því að ég hef hér talað alltaf þess að Sharia dómstóla í Bretlandi og allt þetta. Við erum farin að vinna eftir Sharia-lögum til hamingju. Já, við slátrum eiginlega öllu sauðfé í landinu í samræmi við Sharia-lög. Halal slátrun, það er einhver tuskohaus þarna að skera þetta á hálsi eftir að það er lamað með rafsröð. Sönglandi einhverja múslimasöngva. Af hverju? Af því að við erum svona hálfgerða mellur, við höldum að við getum selt meira lambakjöti, við erum allir á grafabakkanum sem eru að reka fjárbúð, þannig að það verður ekkert lambakjöt til í landinu eftir 20 ár. Þetta er náttúrulega allt gjaldrúta, það lifir enginn að þessu lengur, en og þá erum við búin að hleypa þessu inn, ég með í símanum hjá mér ekki sent á okkur, samning við félag múslima á Íslandi með eitthvað slátufélag það hvernig að framkvæma þetta. Þetta er raunverulegt, Margrét er verið að stúdera þetta. Og þessu verið lýst af sláturhússtjórum, sláturhússtjóri Suðurlands og á Hvammstanga og þetta er ekki norlenska eða eitthvað. Við erum að beygja okkur undir þessu vitleysu. Hvað er ekki búið að banna svínakjöt í grunnskólanum Reykjavíkurborgar fyrir löngu síðan? Af því að þeir vil ekki borða svínakjöt. Og hvar ætlum við að stoppa þennan undirlegi hátt í nafni einhvers konar mannúðar og skilnings? Bara fram á leikskóla og skólar til að börnin að fasta því það besti tími núna. Nákvæmlega. Eftir stuttan tíma verða þær allir á Skeljunum niður á Lækjatorgi að biðja til þess að tróðast yfir allt og alla. Já.
Og svo þetta náttúrulega þannig að þið bara horfið á það, eða það væri ekki olía þarna í þessum Arabálöndum þar sem og það auðvitað mörgleysra landa funkar ágætlega innan ákveðna markað og ekki það óvarlega að vera hogginaður hausinn, en hérna eins og Saudi og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar og þetta og Kúveit, þeir hérna öll þessi olíuríki, þau náttúrulega urðu olíuríki vegna þess að Bretar og Bandaríkjamenn og Frakkar og fleiri hollendingar voru að bora eftir olíu á 3. áratug síðustu aldar. Svo tóku þeir þetta yfir á 7. áratugnum, þeir eiga peninga. Hvað að gerast í öllum hinnum löndum? Hvað þetta, 1,9 miljardar? Það eru bara geitur og úlfaldar og döðlur, skilji. Það í alvöru. Og þetta ætlum við að flytja inn einhvern fólk sem lifir aftur á miðöldum. Hvar haldið að við höldum þessu áfram og þeir fjölga sér hratt? Hvar haldið að þjóðarframleiðsla á mann verði eftir 20 ár? Það verða 4 döðlur og 1 geit. Takk fyrir mig. Við þakkum Helga Magnús innilega fyrir. Það væri óskandi að fleiri bara töluðu eins og hann og bara á skýru máli og að við fengjum bara að vita þessa hluti. Þetta væri ekki endalaust verið að þakka niður svona hluti eða reyna að snúa út úr þannig að við höldum að hlutinni séu ekki eins og þeir eru.